Komið sæl, í þessu myndbandi ætla ég að fara í dæmi sem á glæru 30 í glæru pakkanum úr kafla 5 úr bókinni Tölfræði frá grunni. En 5. kafli fjallar strjálarlíkindi dreifingar og hér erum við hér hann Siggi og hann hefur kastað krónu 9 sinnum og við ætlum að tákna fjölda þorska með x og fáum hérna upp gefið í dæminu að x fylgi þá tvíkostadreifinguna með stikana 9 og 0,5. Nú við skulum aðeins rifja upp af hverju þetta kannski ekki alveg augljóst, en það að kasta krónu í svo mörg skipti, það eru svokallar endurteknar Bernoulli tilraunir. Að við erum að framkvæma sömu tilraunina svo oft sem í þessu tilviki 9 sinnum og í hvert skipti sem við framkvæmum tilraunina eru líkur á jákvæðri útkomu þær sömu. Jákvæð útkoma hjá okkur er að fá þorsk og í hvert skipti sem við köstum eru líkurnar á því að fá þorsk hálfar, eða 0,5, 50%. Og atburðirnir eru óháðir, þar að segja að fá þorsk í fyrsta kasti hefur ekki áhrif á líkurnar á að fá þorsk í öðru kasti og svo framvegis. Svo þetta er svona dæmigerðar Bernoulli tilraunir og þess vegna getum við notað tvíkostadreifingu til að lýsa slembisterðinni sem er að tákna fjöldi þorska. Nú hér erum við með 4 liði og við þurfum svona að reikna ýmislegt. Já, taka það fram hérna, þetta er litla n það er fjöldi skipta sem við framkomum tilraunina og litla p er 0,5, það eru líkurnar á því að fá jákvæða útkomu í hvert og eitt einasta skipti sem við framkomum tilraunina. Og hér eigum við að reikna ýmislegt út og ég ákvað hér að því að við þurfum að nota, það er svona, ýmislegt sem við þurfum að nota hérna, þannig að ég ákvað reynlega að reikna líkurnar á því að fá 0, 1, 2, 3 og alveg upp í 9 þorska, reikna allar líkurnar á öllum mögulegum útkomum. Og þetta er svona, við þurfum nú kannski ekki alveg að gera þetta svona, en ég ákvað að gera þetta því við þurfum að nota margt af þessu. Og hvað er við með þessu? Jú, útkomur rúm slembistærðarinnar, það eru allar mögulegar útkomur sem gætu komið upp. Það er 0, 1, 2 eða útkomu mengi, oft kallað afsakið, 0, 1, 2, 3 og alveg upp í 9. Munum að slembistæran lýsi fjölda þorska, ég get ekki fengið færri en 0 þorska og ég get ekki fengið fleiri en 9 þorska að því ég kasta 9 sinnum. Og þar sem að slembistærðin mín fylgir tvíkostadreifingu, þá get ég nota massafall tvíkostadreifingarinnar og jafnan lítur svona út til þess að reikna líkur á að fá 0, 1, 2, 3 og alveg upp í 9 þorska. Við lesum þetta líkurnar á að slembistærinn x taki gildi k. Þetta k hérna, það er einhver af þessum tölum sem eru hérna í útkomu menginu. Getur verið 0, 1, 2, 3 og alveg upp í 9. Svo setjum við hérna inn, litla n það er fjöldi tilrauna, litla p það eru líkurnar á jákvæðri útkomu í hvert skipti sem við framkomum tilraunina og k það er þá gildi sem stendur hér. Ef ég ætla að reikna líkurnar á að fá 7 þorska, jú þá væri k jafnt og 7. Þessi hérna, þetta er tvíliðustuðullinn og hann táknar á hversu marga vegu getum við fengið k, litla k, jákvæðar útkomur þegar við framkvæmum tilraun litla n sinnum. Og þið sem eru svo heppin að vera með NCR takka á basreikninum ykkar, þá getið þið notað hann. Þetta er ekki n-deilt með k. Passið ykkur á því og það jafna í bókin ykkar og glærunum hvernig maður reiknar þetta út ef maður ekki með þennan fína NCR takka og þau getið skoða það. En við skulum ekki gleyma hver túlkunin á þessu er. Þetta er á hversu marga vegu, til dæmis, ég geti fengið 7 þorska þegar við kostum 9 sinnum, ef n fyrirgefið k hérna væri jafnt og 7. Nú við byrjum á því að reikna líkurnar að fá engan þorsk. Þá setjum við 0 hérna inn fyrir k og 9 inn fyrir n og 0,5 inn fyrir p
og það lítur svona út. Skönnunin pínlítið leiðileg hérna. Þetta á að vera 0,5 í 0. veldi sinnum 1 mínus 0,5 í 9. veldi. Skönnunin var eitthvað leiðileg en það lítur næstu út fyrir að vera plús. Þetta var að margföldunarmerki. Þið getið nota NCR-takkan eða sett inn í formúluna og sjáu það 9 yfir 0 er jafnt og 1. En við þurfum þess í rauninni ekki hér að því við skulum rifja upp hvað þýðir þetta. Jú, þetta hérna væri á hversu marga vegu get ég fengið engan þorsk þegar ég kasta krónu 9 sinnum. Nú það getur bara gerst á eina vegu og það ef við fengjum skjaldarmerki í hvert eitt og einasta skipti sem við kostum. Þannig það getur bara gerst á einn veg. 0,5 í 0 eru 1, sinnum 1 mínus 0,5 er 0,5 og í veldinu 9. Svo hér þurfum við að reikna 0,5 í veldinu 9. Til að finna líkurnar á að fá 1 þorsk þá setjum við aftur inn í þessu sömu formúlu nema nú k jafnt og 1. Aftur þau getur nota NCR-takkan eða formúluna til að reikna 9 yfir 1 en aftur skulum við rifja upp. Þetta segir okkur á hversu marga vegu getum við fengið 1 þorsk þegar við kostum 9 sinnum. Það getur gerst á 9 vegu. Við getum fengið þorsk í fyrsta kasti og svo skjaldarmerki í hinum. Við getum fengið þorsk í öðru kasti og skjaldarmerki í hinum og svo framvegis. Svo þetta er á 9 vegu, svo hefur við 0,5 í fyrsta veldi og 1 mínus 0,5 í veldinu n mínus k sem er 9 mínus 1 og það er þá í veldinu 8. 0,5 sem er 0,5 í veldinu 8 eru 0,5 í veldinu 9 og við þurfum að margfalda það með 9 og fáum 0,0176. Á sama hátt, og ég sýni nú ekki útreikningana, getum við fengið líkurnar á öllum hinum mögulegu útkomunum. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 og 9. Reynlega með að setja inn annað gildi á k. 2, 3, 4 og alveg upp í 9.